Biblíspurningin í Opinberunarbókinni, kafla 3, versum 1 og 2. Systir, ég skil að hér Drottinn að tala á þeim tíma við hverja kirkju í Asíu og Evrópu, en hann getur líka verið að tala til einhvers trúaðs í dag. Ég ætla að lesa vers 1 og 2, og engli safnaðarins í Sardes skalt þú rita. Þetta segir sá sem hefur þá 7 anda Guðs og stjörnurnar 7. Ég þekki verkin þín, að þú lifir að nafninu, en ert dauður. Vers 2, og þar spurning mín, vakna þú og styrk það sem eftir og að dauða komið. Við margt hef ég fundið í fari þínu, sem ekki stenst fyrir Guði mínum. Spurning mín, og það sem ég skil ekki, þessi fyrri hluti, vakna þú og styrk það sem eftir og að dauða komið. Hvað á Drottinn við? Á þeim tíma voru þessar kirkjur bókstaflega til. Þær voru raunverulegar kirkjur sem virtust og í hverri þeirra var þessi vandamál til staðar. En ef við skoðum þetta, hvers vegna leyfði Guð þetta og gaf Jóhannesi þessa opinberun og þessa kennslu? Vegna þess að Guð vissi að ekki aðeins þessar 7 kirkjur þá, heldur frá þeim tíma og áfram myndu allir sem tækju við kristninni, fagnaðarerindi Drottins, ganga sama veg og þetta fólk. Þeir myndu gera það sama. Og Drottinn myndi segja, þessi boðskapur þjónar þessum söfnuði núna, og fyrir framtíðina mun hann gagnast öllum þeim sem gera hið sama. Þá skulu þeir iðrast, breyta sér og iðka það sem rétt er. Hér lesum við, ég þekki verk þín, hér, þegar sagt sá sem hefur hinar 7 stjörnur, hver það? Það Drottinn Jesús. Og hann segir, ég þekki verk þín, að þú hefur nafnum að lifa en ert dauður, við verkin sem hann var að gera voru synd. Hann var að synda, þótt hann segði, ég hef umbreyst til fagnaðarerindisins, ég núna að lesa ritninguna, ég hér, Guð hefur gert en samt var hann í synd. Og Drottinn segir, þú segir að þú lifir, en í raun ert þú dauður, lestu áfram. Við lesum líka, vertu vakandi, hann segir honum að vera varkár, þú ert að tala og prédika að þú lifir, en í raun lifir þú ekki. Þú ert dauður fyrir Guð, þú ert að lifa í synd. Og manneskja sem lifir í synd fyrir Guð dauð. Og hvenær rís manneskja slík upp aftur? Þegar hún þekkir Guð og iðrast. Þá sagt að hún rísi upp fyrir Guð. Þegar hann segir honum að vera vakandi, að vera á verði, að vera staðfastur og að gæta sín vel á við lífi sem hann lifði, þá það vegna þess að hann þurfti að láta deyja verk holdsins. Þær syndir sem hann var að fremja. Hann þurfti að láta þær deyja til að öðlast blessun Guðs. Jæja, bróðir, já. Ég fór aðeins út fyrir efnið. Æ, hvað mig myndi gleðja að fá fleiri spurningar eins og þessa?